Í þessum þætti ætla ég að sýna ykkur hvernig hægt er að nota CSS til að raða hlutum eða púsla síðuhlutum upp á nýtt og búa þannig til snið á vefsíðuna sem við erum að gera. Í þessari vinnu kemur sér vel að hafa skipt síðun í hluta með divmerkjum því að það er það sem er innan divmerkjana sem við ætlum að raða upp á nýtt. Við skulum byrja á því að teikna upp grunn að útliti á vefsíðu. Ég ætla að byrja á því að búa til ramma utan um síðuna mína sem á að vera í ljósgráum lit. Þið sjáu að ég set millumerki fyrir framan orðið rammi en það vísar í eiginleikan, ID eða kennimerkið með nafninu rammi í HTML-skjalinu og CSS-skjalinu sem ég bý til á eftir. Efst inn í rammanum ætla ég að hafa header síðunar, hægra megin ætla ég að hafa svæði sem er kallað aðal, vinstra megin ætla ég að hafa svæði fyrir tengla og svo neðst svæði sem ég kalla fót. Rammin á að vera 820 pixlar á breidd, gráa svæðið á milli rammana ætti að vera 10 pixlar. Hausinn 800, tenglarnir 190, aðal 600 og fóturinn 800 eins og hausinn. Til að einfalda hlutina í þessari sýnikennslu ætla ég að byrja í nýju HTML-skjali. Innan body-merkjana ætla ég að byrja á því að skipta síðunni í þau svæði sem ég rissaði upp áðan með div-merkjum, sem ég gef öllum ID eiginleika með þeim nöfnum sem ég notaði í skissunni minni. Fyrst ger ég div með ID rammi og loka henni. Þetta er rammin utan um síðuna og inn í þessa div-merkingu koma svo allar hinar í röðum. Header, tenglar, aðal og fótur. Hér má sjá grunnbyggingu síðunar okkar í kóða. Til að sjá hvernig þetta lítur út ætla ég að setja inn smá efni. Ég set fyrirsögnin í hausinn og merkjana H1. Inn í tenglasvæði set ég lista innan ulmerkja sem þýðir unordered list. Hvert atriði á listanum er svo innan LI-merkja. Í aðalsvæði set ég fyrirsögn innan H3-merkja og síðan 3 málsgreinar með bulluteksta innan P-merkja. Svo að lokum set ég inn höfundaréttar upplýsingar í fótinn á síðunni svona til að hafa eitthvað þar. Nú skulum við búa til CSS-skrána og vista hann í sömu möppu og index.html síðuna undir heitinu Style CSS. Við þurfum svo að tengja þessa CSS-skrá við HTML-skrána og við gerum það með því að búa til tengilinn á hana innan head-skipunarinnar. Við notum linkmerkin í þetta eins og áður. Nú getum við byrjað að setja inn í CSS-skjalið með því að sigta út þau atriði sem við viljum hafa áhrif á. Við skulum byrja á þeim svæðum sem við skilgreindum sem div og gáum ákveði kenni eða ID. Við byrjum á svæðinu sem við gáum ID header bara svona til að sjá hvort HTML og CSS skrárnar okkar er ekki örugglega tengdar saman. Þið sjáið að þetta er að virka ágætlega. Áður en lengri haldið skuluð þið skipta ykkar síðu upp með divmerkjum á sama hátt og gert var hér og gefa öllum divmerkjónum kenni eða ID. Ef þið viljið einfalda framhaldið skuluð þið nota sömu kenniorð og ég notaði en ykkur er það auðvitað frjálst að nota eitthvað annað.